Tóbak eru þurrkuð laufblöð sem eru mölin. Fólk reykir þetta í sígarettum, tekur í nefið eða tekið í vörina. Það eru til margar tegundir af tóbaki, bæði hvernig það er notað og þetta er af nokkrum plöntum, flestar af ættkvíslinni Nicotiana. Þetta hefur verið notað síðan rúmlega 1000 fyrir Krist í Ameríku, sérstaklega í Suður-Ameríku. Virka efnið sem að flestir er að leitast eftir er nikotín. Nikotín, það hefur áhrif á líkamann. En það sem að gerist, þetta veldur ákveðinni vellíðan, en það sem að gerist er að líkaminn venst í mjög hratt, þannig að fólk þarf að reykja í raun meira og meira, ekki bara til þess að ná í þessa vellíðan, heldur til þess að losna við vanlíðan. Það er að segja að fólki líður illa ef það reykir ekki þegar það er búið að reykja ákveðin tíma. Þannig að það er í raun miklu betra að sleppa því bara að reykja og líða bara alltaf eðlilega. Ég átti frænda sem að les nú langt fyrir aldur fram, hluta til vegna mikillar reykinga, en hann sagði einu sinni við mig að hann þyrfti að reykja 1, stundum 2, jafnvel 3 sígarettur á morgnana til þess að honum liði jafn vel og mér, bara til þess að ná núllpunkti. Það eru alls konar efni í sígarettum umfram nikotín. Það eru 600 efni alla jafna í sígarettum. Til dæmis aseton sem er notað í naglalakka eyði til þess að þrífa af naglalakk. Ammoniak sem er stundum notað í bara svona hreinsiefni á heimilum. Bútan sem er stundum notað í kveikjaragass. Blý sem er algjört eitur. Tiara sem er notað bara í malbygg. Svo var á tímabili notað rottueitur og allur fjandinn, þannig að þegar maður reykir sígarettur þá veit maður ekkert hvað maður er að setja ofan í sig. Það borgar sig í raun að byrja aldrei að reykja því þá þarf maður ekkert að pæla í þessu. Að reykja sígarettur eða taka í vörina eða í nefið, það getur líka verið krabbameinsvaldandi. Líkurnar á til dæmis lungnakrabbameini aukast verulega ef maður reykir og líkurnar á krabbameini í munni eða nefi aukast verulega ef maður tekur í vörina eða nefið. Svo aukast bara líkurnar almennt á æða- og hjartasjúkdómum verulega. Þannig að það er stór hættulegt að reykja og eitthvað sem enginn ætti nokkurn tímann að byrja á.